Þegar ökumaður fær ökuskírteini í hendur vitanlega ekki hægt að líta svo á að hann sé orðinn fullnuma ökumaður. Námið heldur áfram úti í umferðinni. Þar gefst honum kostur á að þroska dómgreind sína og ábyrgð. Það má segja að ökuprófinu sé ekki lokið fyrr en hann fær fullnaða skírteini eftir að hafa verið með bráðabirgðaskírteini í allt að 3 ár. Ef hegðun ökumanns sem með bráðabirgðaskírteini á skjön við lög og reglur og þar af leiðandi hættuleg, hann samkvæmt umferðarlögum settur í akstursbann. Hann þarf ekki nema 4 refsipunkta í ökuferilsskrá til að vera settur í slíkt bann. Ökuréttindin fær hann ekki aftur fyrr en hann hefur lokið sérstöku námskeiði og þreytt ökuprófið að nýju. Í raun litið svo á að hann hafi fallið á prófinu í umferðinni og þurfi því að endurtaka ökuprófið. Sama á við ef ökumaður sviptur ökuréttindum í skemmri eða lengri tíma. Ef ökumaður með bráðabirgðaskírteini hefur óflekkaðan ökuferil, það án refsipunkta í 1 ár, getur hann sótt fullnaða skírteini. Þú getur kynnt þér reglur akstursbann, sérstök námskeið og upplýsingar sektir og viðurlög á heimasíðu umferðarstofu us.is.